Já, komið þið sæl. Ég ætla að ræða aðeins atvikastjórnun hjá RB, stóratvingaferli og slíkt. Stóratvingaferli byggir á þessu venjulega atvikaferli og er svona síðasta skrefið, er svona input úr atvikaferlinu. Stóratvingaferli er semst input úr atvikaferlinu. Ég ætla aðeins að fara yfir helstu lykilþætti í þessu ferli og það er svona áskoranir eða það sem reynist oft erfitt að díla við og ekki síst alla það mikla frágang og svona eftirvinnslu sem að þarf að eiga sér stað eftir að lausn finnst og er kannski algengt að fólk svona gleymi eða fari ekki endilega út í eftir á. Nú, stór atvik, eins og ég sagði, þá er þetta nátengt þessu venjulega atvikaferli okkar og venjulega atvikaferlið þá notum við þessa forgangsmatrixu. Hún er svona lykilþáttur hjá okkur í öllu sem er alltvarandi atvikamál hjá okkur og við forgangsröðum öllum atvikum samkvæmt þessari matrixu. Og hún er hjálpleg vegna þess að þá getur við metið hlutlaust atvikið, hversu alvarlegt það er og á hversu marga það hefur áhrif á. Og við, sem sagt, eins og ég segi, þegar við erum komin út í stóratvik, þá erum við farin að horfa á atvik sem er í okkar mikilvægustu kerfum og er sem sagt rof eða alvarleg þjónustuskerðing þar. En það þarf líka að vera hinn breytan sem er þessi að atvikið þarf að hafa áhrif á marga eða alla notendur viðkomandi þjónustu eða vöru. Og eins og ég sagði, í mikilvægustu kerfum RB þá förum við í gang með major-ferlið en ekki í þessu minna mikilvægu vörum. Stóra atvikaferlið sjálft, ég ætla svo ekki að fara í gegnum það skref fyrir skref. Þetta er rauninni bara ferli eins og hvert annað ferli og er eins konar handrit eða svona leiðbeiningar sem maður notar til þess að hjálpa sér í þessum málum. Þetta leiðir þið áfram, hjálpar þið svona að þú hefur í huga hvað þú átt að gera hverju sinni. Þetta er tímaháð mikið, það er ákveðnir hlutir sem þú þarft að passa upp á fyrstu 10 mínútur í stóratviki. Svo tekur við annað stig og þriðja stig og þegar atvikið fer að teygjast lengur en kannski hálftíma, svona stóratvik, þá skiptum við svolítið gír, förum í aðeins öðruvísi en þetta eru smáatriði í ferlinu sem ég ætla ekki að fara út í endilega akkurat hér. Lykilþættir í stór atvikastjórnun eins og ég sé þá. Þetta er náttúrulega mismunandi eftir öllum fyrirtækjum. En ég lít alltaf á mig sem eins konar umboðsmann þolenda atviks. Ég er sá aðili sem að teka mér ákveðna upplýsingamiðlun og stýringu og er í beinum samskiptum oft við þolendur og það er kannski ekki endilega, ég er svolítið að hlífa tæknimönnum við þessum samskiptum þegar ég einbeita sér að lausninni. Þannig ég tek að mér þetta að vera umboðsmaður þolenda og ég kem aðeins betur að því seinna hvers vegna þetta er svo mikilvægt að hafa í huga. Atvikastjóri er rauninni bara hlutverk, þetta er ekki fullt starf, þetta er hlutverk sem ég smeygi mér inn í, einhver hattur sem ég set á mig og þegar þetta er komið í ganga þá þarf ég eða sá sem verður var við þetta mál að hann byrjaði á því að ræsa út á atvikastjóran sem tekur þá við stjórn atviks og hann fer að kalla til þann hóp sem er líklegast til að leysa málið hratt og vel. Nú, þetta getur verið snúið. Atvik hjá reiknistofubankana þetta er mjög flókið tækniumhverfi og það er ekki alltaf víst að maður dettir niður á rétta hópinn strax, þannig að maður er stundum að vinna með marga hópa í einu og þá þarf að samhæfa aðgerðir og passa að fólk svona viti af hvert öðru og hvert málin stefna. Upplýsingamiðlun er kannski sá þáttur í atvikastjórnun sem er hvað vanmetnastur og hefur mér svona fundist alltaf vera eiginlega mikilvægasta hlutverkið sem atvikastjóri þarf að sinna. Hann þarf fyrst og fremst að passa það að allir sem þurfa séu upplýstir og þetta er, eins og segja, þetta er algengt að fólk klikki á þessu líka
Ég ætla að fara aðeins betur í þetta líka seinna, því að þetta er eina af þessum áskorunum sem ég talaði um áðan. Skjölun aðgerða, jafnóðum og við erum í þessum erfiðu aðstæðum sem eru major incident. Þetta er mikilvægt fyrir þann sem tekur að sér þessa atvikastýringu vegna þess að eftir að atviki lýkur þá hefur oft mikið gengið á og þú veist ekki alveg hver gerði klukkan hvað. Þannig að eins og ég fer betur í seinna þá þarf að eiga sér gríðarlegu frágangur eftir svona atvik og þá er ágætt að vera búin að punkta hjá sér svona helstu þætti. Hvað vorum við að hugsa klukkan þetta? Akkur leið þarna klukkutími og hvað vorum við að gera þá? Þannig að ég byrja yfirleitt að punkta hjá mér í svona mjög fljótlega eftir að hlutinir eru farin í gang. Þá fer ég að skrifa hjá mér, þarna erum við að spá í þessu, þarna þessi, ég hringdi þennan. Bara svona örstutt skilaboð sem ég síðan fer yfir seinna. Að sjálfsögðu er lausnin lykilatriði í svona atvikastýringu og öllu sem tengist major incident management. Það þarf að finna lausnina sem allra fyrst. Og það er náttúrulega það sem allir tæknimenn þeir brenna fyrir að gera það. En hún þarf ekki alltaf að vera fullkomin. Hún þarf ekki alltaf að vera einhver Porsche eða eitthvað frábært. Hún þarf bara að vera fullnægjandi. Og þess vegna setja ég mynd af plástri. Við stundum líkið við þú ert með eitthvað rör sem eitthvað vatn er að flæða í gegnum, það kemur gat á rörið. Það er alveg nóg að plásturinn heldur að smella honum á ef þú átt hann til og þjónustan kemur aftur upp. Það þarf ekki alltaf að fara að ná í lögsuðugræðurnar og fara að sjóða og vesenast ef það þarf ekki strax. Ég tala ekki að panta nýtt rör og bíða eftir að það komi og svo framvegis. Heldur bara að finna lausn sem allra fyrst. Og þarna aftur komið að þessum umboðsmanni þolenda. Þeim er alveg sama hvernig þú leysir vandamálin. Þeir vilja bara fá hlutin í lag aftur. Það er þarna fullt af fólki sem mögulega er að bíða. Getur ekki fengið sína þjónustu. Það er einhver rauninni oft og tíma einhver sársauki þarna úti. Það er svona pirringur og þetta er erfitt, þetta er tilfinningalegt mál. Og fólk hefur enga sérstaklega þolinmæði fyrir einhverjum fancy lausnum sem okkur tæknimönnum finnst kannski skemmtilega að nota. Áskoranir í atvikastjórnun, það eru nokkrir hlutir sem að reynast mér stundum pínulítið erfiðir og örugglega fleirum í leiðinni. Ég ætla aðeins að renna yfir þetta helsta. Upplýsingastjórnun eða miðlun eins og ég talaði um áðan. Þetta er mjög erfitt að ná réttu og maður getur eiginlega alltaf þegar maður endurskoðar svona mál eftir á þá sér maður eiginlega alltaf ég hefði nú átt að gera, við ættum að senda aðeins tíðara eða við sendum kannski oft kannski sendum við tilkynningu nánast leið og atvikið kom í lag eða þetta er svolítið svona erfitt að ná þessu réttu. En það eru fullt af tækifærum falin í þessu atriði. Ef þú sendir bilantilkynningu leið og þú ert með það staðfest að það er komin bilun, ertu ekki að draga það á lengi. Þú nærð að senda hana til réttu aðilana, fyrst og fremst þeirra sem er að lenda í atvikinu, en líka til þolenda og aðra, eða til yfirstjórnar eða yfirstjórnanda fyrirtækis eða þeirra sem er að lenda í veseninu. Þá getur rauninni svona pínlítið stjórnað upplifun þeirra sem lenda í málinu og svona stýrt inn í réttari áttir. Þú getur rauninni, góð upplifun í stóra atviki. Ef hún er að koma út upplýsingunum í réttum takti og réttum hraða, þá skapar þér og ávinnur þolinmæði. Fólk er alveg til í að gútira eitthvað bili eða veit alltaf stöðuna. Hvað er að gerast? Er örugglega verið að gera allt sem hægt er að gera til að leysa málið. Og ef það upplifir það, þá er það býsna þolinmótt og getur alveg treystið til þess að klára málið. Leið sýniru fagmennsku. Þú nærð að snúa rauninni málinu þannig upp með því að stýra upplýsingarstreyminu með réttum hætti að þá getur þú sýnt hvernig fyrirtæki það er ekkert á svona erfiðum stundum þá getur þú sýnt hvernig fyrirtæki getur glansað, hvernig allt þitt besta fólk fer allt í gang og allir gera allt sitt. Þannig að þú sýnir þessa fagmennsku sem að þið eigið inni. Og ekki síst að niðurstaðan úr þessu er að þú skapar ákveðið traust á milli
þín sem þjónustuveitanda til hinna sem að kaupa eða eru viðtakandi þjónustunar. Þeir vita alltaf hvað í gangi. Þeir vita að þú ert að gera allt sem þú getur gert og eftir að atvikið búið, þá situr eftir svona ákveðið traust og viðkomandi fyrirtæki og þið sem að veita þessa þjónustu þegar við svona tengst sterkari böndum með okkur sérstakann hátt. Nú, upplýsingaöflun, að hún ekki síður erfið og krefjandi vegna þess að ég sem atvikastjóri tek að mér þetta hlutverk að upplýsa og miðla upplýsingum hvað að gerast í málinu. En til þess þá þarf ég að afla mér upplýsinga. Og í fyrirtæki svo Erbið þar sem við erum á 2 hæðum og í turninum og mjög mikið space út allt og langi gangar og stundum fólk heima og víða og þetta alls staðar frá, þá getur þetta verið snúið að vita nákvæmlega hvað að gerast hverju sinni. Það líka talið vera truflun oft á tíðum á rannsókn þegar atvikastjóri að reyna að fá að vita hvað að gerast, í hverju það að vinna í núna. Það verið að fulla að reyna að kafa hann í málið og í vissum tilfellum getur þú verið að skapa truflun með því að mögulega þurfa að fá útskýringu á málinu. Þetta oft mjög tæknilegir hlutir og erfiðir og ég hef alveg lent í því að þetta eru mikla tilfinningar í spilinu á þessum tíma. Og þá hef ég þurft að mynda mig leið til þess að fá upplýsingar með einhverjum hætti. Og ég hef gert það með því að kalla til þá eitthvað sem ég kalla túlk. Þá reyni ég að finna einhvern jafningja viðkomandi sem að vinna í málinu. Stundum þetta næsti yfirmaður, eitthvað slíkt. Og fæ viðkomandi til að vera nálægt þeim hóp sem að vinna í lausninni og best til þess fallinn að leysa málið. Og þessi túlkur, hann síðan duglegur að fýta mig upplýsingum svo ég geti komið þeim áfram eins og þarf og meti stöðu málsins. Þannig að þetta ákveðin lausn á þessu vandamáli. Nú svo þekkjum við þetta, þeir sem í upplýsingatækni bransa og að lenda í alls konar vesinni, einhvern svona stórum bilunum, að langmesta tímanum fer í að leita að hvað bilað. Og oft eru engar upplýsingar að finna. Þú ert bara að leita þér allan grunn, það verður að skoða þetta og þetta og þetta og það finnst ekki neitt, en leiðu þú finnur hvað að gerast, þá ertu enga stund að laga það. Mjög oft það svona, ekki alltaf en mjög oft. Þannig að það ákveðin svona, það erfitt að segja alltaf það sama, það ekkert að frétta. Það bara, við erum með þá að leita lausn. En svona bara veruleikinn. Streita og álag, þetta náttúrulega, við erum að díla við stór atvik. Það er bilun í einhverju mikilvægu kerfi. Það eru þolendur, það allir sem verða fyrir álagi. Það verður skyndileg pressa á alla sem eru þolendur atviksins sem að fá ekki þjónustuna sína. Þeir eru pirraðir og eru kannski komnir einhvers staðar að eiga sín viðskipti og get ekki afgreitt sig. Þann starfsmann sem að lendir í því að leysa, eða þá starfsmenn, að þeir verða allt í einu svona, fá mikið skyndilegt álag á sig og menn eru mismunandi, fólk mismunandi og það mismunandi hvernig það dílar við svona álag. Og náttúrulega ekki síst atvikastjóran sjálfur, hann náttúrulega kannski vanastur af þessu fólki að díla við svona því að hann náttúrulega að vinna við þetta reglulega. En ég var einu sinni á ráðstefnu í London og meðal annars þetta topic, streita og álag í svona stóratvikastjórnun. Og þá kom upp þessi kaffibóllaleið. Það má kalla þetta svo sem öllum nöfnum, en þetta svona ákveðin aðferð sem notað þá til þess að hjálpa þeim sem að þarf að leysa eða lendur undir miklu álagi skyndilega, að þú tekur hann svona röltið til hans kannski og segir, jæja, Siggi minn, nú hérna, hvað aðeins með mér, svona spjallaðins. Og svo með þetta labba með hann að kaffivélinu, við erum að fá okkur kaffi og hann að gera eitthvað rútínar, þá svona kemur honum inn í málin. Heyrðu, það komið bilun hérna, það allir basically úti og við þurfum að fara að gera eitthvað. Hvað hérna heldur það getur verið. Þetta oft gagnlegt frekar heldur og þetta náttúrulega svolítið persónubundið hvernig þú tekur svona því að einstaka sinnum ef að menn ekki vanir í að díla við svona þá geta þið farið að fullu að reyna að endurræsa eitthvað eða gera eitthvað til að laga strax eins og hægt Þannig að það oft bara ágætt að gefa fólki 1 mínútu til að aðeins að svona prósessa og taka inn hvað að gerast. Koma þá bara eftir 1 mínútu, þetta þarf ekki að taka lengri tíma, 1-2 mínútur, engin skaðaskeiður, beint í málið og leysa það.
Og aftur til að díla við streitu álag þá höfum við þennan Major Instead Process og hann leiðir okkur svolítið mikið áfram og þar leðandi dregur hann svolítið úr þessari streitu. Heildaryfirsýn, það náttúrulega lykilatriði í svona atvikastjórnun, sérstaklega fyrir þann sem að stýra málinu, stýra atvikinu, að halda þessari heildaryfirsýn. Og það alls ekki, þú mátt alls ekki þú verður að passa þig á því mjög mikið að vera ekki beinn þáttakandi í atvikinu. Verða ekki virkur í að leysa málið sjálfur. Leiðu þú fyrir að vera þannig þá áttu hættur að stýra málinu. Þá áttu hættur að vera þessi mamma sem heldur utan alla þræðina. Þú missir upplýsingammiðlunina í gólfið leið og allt slíkt. Þannig að þú verður að halda ákveðinni fjarlægð og vera þessi svona eins konar ritari, punkta niður hjá þér, vera tilbúin að gera hluti en leyfa svolítið málinu að rúlla sjálft, ekki vera gerandi. Þú ert með marga þræði á sama tíma og þarft að halda þeim öllum á lofti. Þú getur auðvitað að taka erfiðar ákvarðanir, þú getur auðvitað að eskalera málum, stundum festist fólk í sjálfu sér. Það alltaf alveg að finna lausnina og við þekkjum þetta öll, þetta bara mannlegt, við erum að reyna að finna og við höldum að við ein getum fundið það. Þá þarf þú að vera þannig að þú þarft að sjá þetta gerast og geta það mögulega kalla til næsta yfirmann eða eitthvað slíkan og fengið hann til þess að koma að málunum með viðkomandi, hjálpa honum út úr vandræðunum. Plana fram í tíman. Þetta á við aðalega þegar við erum að eiga við mál sem að taka lengri tíma, sem dragast meira en hennan kritiska hálftíma, eins og ég sagði. Þegar við erum komin í þær aðstæður þá erum við komin í allt annað takt og þá þarftu svolítið að hugsa það fyrirfram. Ok, ef það ekki búið að leysa þetta klukkan eftir 2 tíma eða ákveðnum tímapunkti, hvenær eru krítiski tímar í þessu máli? Einhver deadline einhvers staðar, eitthvað sem ég þarf að hafa í huga? Ef það ekki búið að leysa málið klukkan þetta, þá þarf ég að fara í gang með einhverja aðrar aðgerðir. Því að, eins og ég sagði áður, þegar við erum að leita að lausninni, þá hún alltaf rétt hjá okkur. Við erum alltaf alveg að finna hana. Ég viss að það örugglega þetta sem bilað. Og ég bara 10 mínútur. Og svo líða 10 mínútur og það þetta þarna örugglega. Þannig að þetta teygist á þessu og klukkutímar fljúga og veist af. Þannig að plana fram í tíman, vera tilbúin með hvað þú ætlar að gera, klukkan hvað. Þú getur líka, ef að atvik teygjast enn lengur, þá getur þú hreinlega að skipta út mannskap. Þú ert komin út í þær aðstæður að þú búin að keyra á sama fólkinu í 12 tíma og þú kannski kallað út miðan nótt eða eitthvað slíkt, þá getur þú þetta kalla til ferskan huga, panta veitingar, alls konar svoleiðis hlutir líka sem að koma inn í þetta. Nú, við finnum lausnina, allir hamingjusumir, yippee. Hvað gerist þá? Þá hefst rauninni mesta vinnan mín. Þá byrja ég að vinna úr öllum þessum upplýsingum sem að ég verið að punta hjá mér. Ég fyrir að draga allt saman niður í eina atburðarás, niður í tímaröð, safna saman frumgögnum. Því ég tala frumgögn, þá getur það verið loggar eða eitthvað slíkt sem geta mögulega yfirskrifast ef ég bjarga þeim ekki. Það svona svoleiðis hluti sem maður þarf að hafa þessi í huga. Og ég set þessa atburðarás niður þannig að þetta svona orðið læsilegt og maður geta svona lesið sig í gegnum frá upphafi til enda, hvernig byrjaði þetta, hvað triggaraði og svona vegis. Og þegar þetta komið þá annarkvort funda ég svona one-on-one með lykilaðilum eða kalla allan hópinn inn á fund og við förum sameiginlega yfir alla atburðarásina og það mikilvægt að við fáum sameiginlega sína málið. Allir séu sammála að svona var atburðarásin. Þannig að við sitjum eftir með svona sameiginlega heildarmynd. Við skoðum líka augljósatriði til að koma veg fyrir endurtekningu. Þá ég komin aftur á plástrinum og þá að tala mögulega þarf að veikleika skanna miklu meira úr því að það kom brestur þarna, það þarf að finna fleiri, séns á öðru. Þannig að við gerum það sem við getum, það sem augljóst og finna grunnorsök. Það oft lúmst að finna þessa grunnorsök, en það þarf að finna hana, hún þarf að liggja fyrir. Þegar þetta búið, þá þurfum við að skila, þetta aftur partur af upplýsingamiðluninni til viðstafina, að þeir vilja fá að vita eitthvað meira heldur en bara framvindu atviks og síðan þetta búið að laga þetta. Þeir vilja fá að vita hvers vegna bilaði þetta kerfi sem að á ekki að geta bilað. Því að allt okkar umhverfi jú tvöfalt
og þetta á ekki geta gerst, en svo gerast hlutinir, við erum mannleg og þetta yfirleitt mannlegi þátturinn sem að spilar þarna inn í. Og mitt markmið með ytri atvikskýrslu alltaf þessi að klára hana innan 2 virkra daga. Þetta bara eins og hver önnur rannsókn á máli, hún auðveldust meðan málið heitt, meðan allt þú veit, inn í málinu, þá best að ljúka þess sem allra fyrst. Ég reyna að hafa hana eins vandað og hægt á þessum litla tíma sem ég hef, en fyrst og fremst heiðarlega. Ef að orsök atviks mannleg mistök, ykkur gerði eitthvað út af ykkur, þá bara eina rétt að segja það. Ekkert að fela neitt þar. Ef maður fer út í þann pakka þá endar það ekkert vel. Ég hef alveg reynslu fyrir því. Sérsniði fyrir viðtakendur, hún líka pínulítið snúin vegna þess að þú ert stundum að þarftu að segja og útskýra allt mjög tæknilega. Þú ert kannski að vinna með lausn, það kom bilunin lausn sem þið eruð að reka en eigið ekki, og annað fyrirtæki kannski á lausnin og þekki vel inn á hann og hefur kannski verið að vinna mjög náið með þér í atvikastýringunni, og þá þarf að hafa hana mjög tæknilega því að þeir sætti sig ekkert við eitt annað. En ef þetta lausn sem að RB á og rekur, þá kærir fólk sig ekkert endilega að vita nákvæmlega nitty-gritty hvað gerðist af hverju ykkur tækniatriði, heldur þá notur við almenn orð, almenn heiti og forðast svona tækni lingó. Það ekki allt búið. Þarna förum við út í að endurtaka hann áhættugreiningarþátt. Allar okkar lausnir eru áhættugreindar að lágmarki einu svona ári. Þannig að við reynum að koma auga á svona veikleika og eitthvað sem þarf að passa upp á, sem getur ógnað upp í tíma þessarar vöru. Úr því að þetta gerðist þá þarf klárlega að endurtaka þessa áhættugreiningu, því að þarna kom eitthvað sem var ekki fyrir séð. Nú eða þá að ferlar hafi brotnað, það líka alveg spurning, eða það var ekki farið eftir þeim. Þannig að við þurfum að finna svona hvar getum við gert betur. Og svo á lokum, þá erum við komin í mánaðarlega yfirferð. Og þarna svona lokapunkturinn í þessu öllu saman, að einu sinni í mánuði þá kalla ég saman lykilaðila í þróun, rekstri, öryggismálum og fleira, og við setjumst yfir ég segi öll þau major, þannig að yfirleitt ekki nema kannski mestalagi eða svona frá 1 og upp í, eða engu og upp í svona mestalagi 5, og við metum aftur, voru þetta allt saman major atvik, því að þetta jú bara verkfæri, þetta ferli, og við förum frekar á stað með ferlið ef okkur grunar að það sé major í gangi heldur en ekki. Og einmitt að því að við förum í gang, þá náum við stundum að minnka áhrifin og bregðast við áður en þetta verður eitthvað verra. Þannig að við höfum stundum náð að lækka málið niður og gerum það iðulega. Þetta svona endaleg flokkun. Á samanskapið tökum við líka fyrir þau sem hafa fengið flokkunina hæ og rýnum þau sérstaklega, hvort að mögulega hafi laðist eitthvað á milli sem hefði átt að vera flokkað herra. Og þarna höfum við líka fundið einstaka sinnum einhver mál þar sem það ekki alltaf ljóst hver áhrifin eru að fullu með þú ert í málinu. Það kannski litið á, já, þetta eitthvað svona, já, þetta flokkast alveg sem hæ en ekki endilega major. Svo þegar tíminn líður þá ferðu kannski að heyra af, það var miklu meira í gangi heldur en við sáum fyrir. Og þá það bara endur með þetta mál. Þá færðu það endilega flokkum bara major. Nú, að lokum, þetta ekki eitthvað sem þú kaupir út í búð, stóra atvikaferli. Og svona atvikaferli yfir höfuð, það ekkert eitthvað sem eins hjá öllum. Þetta bara eitthvað sem sér sniðið fyrir þig og þinn business, þitt fyrirtæki. Og þetta það ekki til ein rétt leið í þessu. Menn verða svolítið að finna sinn takt, hvað finnst þér vera eðlilegt að þið farið oft í gang með þetta ferli. Þetta aldrei fullkomið, við erum endalaust að bæta við þetta. Ég alltaf að tvíka eitthvað smávegis, eitthvað sem ég síðan mætti bæta. Þó svo að aðalatriðin hafi að mestu haldið sér. En þessi lykilatriði hafa ekki breyst mikið. Og að því sögðu þá sýnist mér á glæruna að ég sé komin í 29 mínútur. Og ég held ég sé bara búin að ljúka máli mínu. Takk fyrir. Já, ég höfðu ekki einhverja spurningar sal. Þess að ég vil spyrja
Já, þetta er ágætt spurning. Þetta er, já, það er verið að spyrja hversu oft svona major incident eða stóratvik koma upp hjá RB. Þetta er, ég hef verið að skoða þetta pínlítið undanfarið. Náttúrulega þegar ég er að smíða hana fyrirlestur þá þarf maður aðeins að búast við með þessari spurningu. Og þetta er að meðaltali nákvæmlega 2,6 skipti í mánuði í síðastliðin 3 ár. En svo þegar ég skoðaði rauninni dreifinguna þá var hún langmest fyrst þegar við fórum í gang því að þá ákvaðum við að gefa þessu bara benefit out og keyra frekar ofta til að æfa okkur. En síðan fljótlega fór að detta niður og er svona að halda svona í svona rétt undir 2, 1,5 cirka á mánuði. Já. Eitthvað stórhættulegt örugglega. Já. Þegar ég er að fylla út nýja atvikaskýrslu. Það er oft ekki tími til að fara ofan í það. Þetta er meira byggist bara á reynslu og sjálfsögðu kannski gerði að ég man eftir einhverju að það sé eitthvað nákvæmlega eins. Þá kannski, jú, ég hef gert það, ég hef farið og flettið upp, heyrðu, þetta er sama mál og var hérna fyrir árið síðan. Og jú, það hefur hjálpað þegar þú lent í því. En það er ekki oft sem það gerist. En þess vegna er eiginlega ágætt að hafa sama eða mjög lítinn hóp í þessu hlutverki, þessu atvikastjóra hlutverki. Því að það byggist upp reynsla og þjálfun í þessu, eins og öðru. Mhm. Já, spurt er þegar verið að skrá tíma, hvort að það sé einn eða fleiri að skrá þessa tíma eða, já, aðgerðir í hvenær er gert. Nei, það er yfirleitt bara, við náttúrulega erum með alls konar vinnum jú í tölvu heimi og við notum hérna spjallforrit eins og link og slíkt þegar við erum að vinna í málinu. Þar koma náttúrulega automatíska tímasetningar, en engu að síður er ágætt að punkta hjá sér það sem menn spjallum og símtöl og annað, allt sem þú manst, því að það er rosalega fljótt að fyrnast yfir þetta. Þannig að þetta hjálpar gríðarlega mikið. Skýrslan, sko, við erum með tvær skýrslur, innri atvikaskýrslu og síðan ytri skýrslu sem er fyrir viðstafinu yfirleitt. Við nefnum ákveðna þætti sem við vitum af í ytri skýrslunni, sem eru svona eins og segir augljóst að þarf að fara út í. Síðan er áfram unni með málið í þessari áhættugreiningu. Það er skoðað þá frekar, er einhverjir fleiri veikleikar sem við erum ekki að, sem við erum umfram það sem við erum búin að bregðast við núna, sem gætu mögulega ógnað þessu aftur. Þannig að við viljum ekki lenda í því að rauninni mitt motto er að við eigum aldrei að þurfa að lenda aftur í sams konar atviki. Já. Ekki neitt hugbúnað eða neitt svoleiðis sem við notum, nei. Þetta er rauninni bara þetta atvikaferli sem að við erum með ákveðnar aðferðarfræði sem við notum við það og það hefur ekki þurft neitt tól til, nei. Það er rétt, þið erum með ákveðna aðferðarfræði. Já. Við notum bara okkar eigin svona reynslu og aðferðarfræði til að komast að þessum rótar orsökum. Já. Já, ég bara óska eftir því sérstaklega að ég verði kallaður út. Við erum með starfsemi sem er sérstaklega, það eru mikla vinnslur á nóttunni sem að keyra fyrir alla bankana og okkar viðstöðinni. Og það getur einmitt verið krúsjalt að kalla út atvikastjóra þegar það stefnir í að við getum ekki afhent gögn á réttum tíma.
Það er mjög mikilvægt til þess að mynda halda utan tímasetningar aðgerða og slíkt. Það er mjög erfitt að koma að svona málum eftir að þau eru byrjuð og jafnvel komið langt inn í atvikið. Þá missir maður að byrjuninni og kemur svolítið svona kaldur að málunum. Þannig að það skiptir máli. Fyrir ekki? Ég er svona fyrstur í röðinni sem atvikastjóri en sjálfsögðu náttúrulega farið að vinna í málunum oft áður. Það er byrjað að kalla út þá sem að þurfa að frummeta málið og þeir fara síðan að vinna í málinu. Síðan ef að stefnir í að tímalengdin sé að fara að ógna einhverjum afhendingatíma hjá okkur, að þá ræsum við að hækkum við priority á málinu upp í major og köllum þá út atvikastjóri. Já, það er vakt allan nóttina á keyslum. Já, við erum með 24/7 vöktun, bæði fyrir okkur og okkar viðstöðinni. Já, ef það er ekki fleiri spurningar, ég bara gefa okkur gott kvöld. Takk fyrir mig.